jáinir, en heldur bílaferðin áfram og við fórum í dag á þekktar slóðir svo sem við kannski ekki öll höfum komið til en hefum örugglega heyrt af, og það er Penny Lane Street. Og þetta er svo sem bara ósköp venjuleg gata með húsum á og görðum og alls konar og bílum sem aka þessa götu. En hún er samt partur af þessari merkilegu bílasögu sem að mörgum finnst vera og eru vissir að gatan hefði ekki fengið þetta vægi í sögunni nema af því að þetta lag var til þessa götu. Þannig verður nú ýmislegt til sem er svona ósköp hversdagslegt, en svo allt í einu er það orðið bara eitthvað sem menn vilja jafnvel skoða og geta sagt frá að hafa farið Þetta gerir að verkum að svona þetta lifir með okkur, og Penny Lane Street er eitt af því sem hefur lifað alveg frá því að þetta lag Penny Lane kom út árið 1967. En við skulum kíkja á efni sem við tókum upp í ferðinni. Gjörðu þið svo vel. Jæja, ágæta fólk. Nú erum við stödd á staðnum. Götunni frægu, sennilega frægustu götu í öllum heiminum, Penny Lane. Og hér gengur vist bílarnir og hér er tekið myndband einmitt sem heitir eftir laginu Penny Lane, sem við mörg munum eftir. Og ég var svo heppinn þegar ég akkurat kom, þá stoppaði rúta full af konum. Og það var einn sem bauðst þess að taka mynd af mér hérna við þetta skilti og ég auðvitað þáði það. Alls staðar til gott fólk sem er tilbúið til að hjálpa.
Jæja, við erum enn á Penny Lane strætinu og hver kannast ekki við lagið Penny Lane, sú manneskja ég var til, og ég fór svona einhvern tímann að kanna það fyrir hvað annað mögulega þetta stræti væri frægt. Ég sá ekki að það væri neitt sem að svona gerði það að því sem það er svona í hugum fólksins nema þetta lag og vegna þessu þetta það tengist Beatlunum. Þeir höfðu áhrif og hafa enn áhrif í það. Ágætu vinir, við erum ennþá hérna á Penny Lane strætinu. Ég er hérna við garð sem heitir Octopus Garden. Við munum eftir lagi Ringo Starr sem hann er með á Abbey Road plötu Beatlana sem er síðasta plata Beatlana og er eina lagið held ég sem hann á Beatla-plötunum og þessi garður hérna heitir eftir þessu nafni. Hvort hann tengist söngnu þekki ég ekki en allavega er nafnið það sama og við erum akkurat stödd í þessum Octopus garði. Þetta er nú ekki stór garður og það er allt merkilegt sem Beatlarnir gerðu. Það hefur nú sagan sagt okkur.